Komið sæl og verið velkomin í fótbolta nördan. Við erum komin hér í annan þátt í áttaliða úrslitunum þar sem við nú komast að því hver annar keppandinn verður í undanúrslitum eftir að Jói Skúli fór áfram í síðasta þætti. En hingað eru komið til mín tveir virkilega sterkir keppendur. Helgi Fannar á 4-3-3, verður velkomin. Takk hérlega, gaman að koma aftur. Já, og Þorkell Gunnar á RÚV. Við komum nálægt. Já, bara nálægt. Já, takk fyrir boðið. Herðu, já, þið fóruð náttúrulega áfram úr 16 úrslitum og hérna báðir bara stóðu ykkur virkulega verð þar. Hvernig líst ykkur að mæta okkur öðrum? Þetta ég hlusta á þáttinn með Kjela í 16 úrslitum og út frá honum þá þetta nú brattan að sækja fyrir mig. Þú veist hansi öflug, þú tókst ferlana alltaf bara í fyrsta. Já, það var smá heppnið þar sko. Ég er eiginlega meira hræddur þig heldur en Helga. Já, það? Já, af því að sko ég hef náttúrulega ekki fylgst eins vel með fótbolta svona kannski síðustu 10 ár og ég gerði þar á undan sko. Og þeir náttúrulega eru svona kannski eiginlega af annari kynslóð heldur en ég. Já. Og maður svona fer, þú veist, ef ég verið sjálfur að semja spurningar þá myndi ég örugglega semja bróðurpartinn á þeim tíma svona frá því ég var 12 ára og fram til 30 kannski. Einmitt. Þegar ég var bara að spila FIFA og Football Manager og horfði á svona 10 leiki í viku í erlendu fótbolta og eitthvað sko. Þannig að ég pínur hræddur að það sé svolítið mikið leiðumörk hjá mér svona síðustu 10 árin og það sé svolítið mikið spurningum síðustu 10 árin. Ég held að sé ekkert endilega sko. Ég veist að þannig Ok, það getur verið góða fyrir. Já, það er alveg slatti eða ég sé að taka stórt upp mig og svo minni klúra öllu spurningur sem koma sem er eitthvað eldri sko. Það er bara gaman. Nei, ég held að þetta sé sami ornagli og síðast. Já, það var svona smá kaupi. Nákvæmlega, það er gott að þrír geti tryggja sig. Já. En í fótboltanördanum þá spilum við þetta í 6 liðum. Við erum í hraðanspurningum, ferlinum, byrjunarliðinu, svo kemur almenn kunnátta, tölfræðin og síðasti séns. Og við ætlum auðvitað að byrja eins og vanlega í ekki almenn kunnáttu. Við ætlum að byrja í hraðaspurningum. Þar sem að við spyrjum 10 spurningar á 60 sekúndum. Keli, þú ert nær hurðinum að bjóða þér að víkja á meðan. Já, ertu klár Helgi? Yes. Þá byrjum við núna. Nei, við byrjum núna. Hvert skoraði fyrsta mark Íslands á stórmóti A-landsliðs karla? Það var Birkir Bennason. Rétt. City Ground er heimavöllur hvaða enska úrvalsdeildarliðs? City Ground Nottingham Forest. Rétt. Efsta deild í Grikklandi gengur undir nafninu? Þetta er snúið. Super League. Rétt. Já. Frá hvaða borg er ítalska liðið Juventus? Torino. Rétt. Hver var markakongur Eredivisie fyrir Heerenveen árið 2014? Það hefur verið Alfreð Finnboga. Það er rétt. Hvert er eina landið sem hefur tekið þátt í öllum 22 heimsmeistaramótum til þessa? Brasilia. Rétt. Hvaða lið á flest tímabil að baki í efstu deild á Englandi? Sko, er það ekki bara Arsenal? Rangt. Hvaða lið hefur oftast verið orðið hollenskur meistari? Ajax. Rétt. Hver er leikjahæsti Kamerúni í sögu Premier League? Samuel Eto'o. Rangt. Hvaða lið varð bikarmeistari kvenna árið 2023? Þetta er loka spurningin nú. 2023 var það Víkingur. Það er rétt. Stórkostleg framöfstaði þannig hjá frá Helgi. Þetta voru 8 stig, aðeins 2 röng. Og við skulum ná að kjela og sjáum hvort að hann næði þessum 8 stigum. Já. Við erum hlið við hlið. Ég geti betur í gamla þá satt maður á móti liðunum. Maður var alltaf að reyna, ef þið horfðu ekki onni í borðið, að reyna að ná uppkontakti ef maður var í liðunum sem byrjaði og þau voru eftir. Sko. Já, við erum ekki nú stórt stúdíu við það. Já, það tókst aldrei það þegar horfðu alltaf allir onni í borðið. Sko. Já, Kjeli, ert þú tilbúin? Já. Þá byrjum við núna. Hver skoraði fyrsta mark Íslands á stórmóti A-landsliðs karla? Birkir Bjarnason. Rétt. City Ground er heimavöllur hvaða enska úrvalsdeildarliðs? City Ground, Manchester City. Rangt. Efsta deild í Grikklandi gengur undir hvaða nafni? Pass. Frá hvaða borg er ítalska liðið Juventus? Torino. Rétt. Hver var markakongur Eredivisie fyrir Heerenveen árið 2014? Alfreð Finnbogason. Rétt. Hvert er eina landi sem hefur tekið þátt í öllum 22 heimsmeistaramótum til þessa?
Brasilia. Rétt. Hvaða lið á flest tímabil að baki í efstu deild á Englandi? Arsenal. Rangt. Hvaða lið hefur oftast orðið hollensku meistari? Feyenoord. Rangt. Hver er leikihæsti Kamerún í sögu Premier League? Asuekotto. Rangt. Hvaða lið var bikarmeistari kvenna árið 2023? Þetta er loka spurningin og tíminn var að renna út en þú færð að svara. Það hefur verið Víkingur. Það er rétt. 5 stig í hraðaspurningunum og já, það er bara mjótt á munum eftir hraðaspurningar. Bara vel að svo viku hjá okkur báðum. Staðan er 8-5 fyrir Helga. Vel gert. Sem að, og við skulum skoða það er spurningar sem komu ekki. Helgi var með Grikkland en það er Super League. Það er gott að fara í Super League. Það var róis. Já, var þetta gisk? Nei, sko, ég man eftir að hafa flettið við flaskor og ég held þetta hafi svona dottið inn þar einhvern tímann, sko. Já. Superliga. Já. Herðu, og liðið sem á flest tímabil að baki efstu deild á Englandi, það er Everton. Já, 120 ég var með í kollinum, ég einhvern veginn. En City Grand, það er... City Grand, já, alveg rétt. Það var Nottingham Forest. Já. Helgi var með það. Ajax hefur oftast orðið hollensku meistari. Já, ég veit það. PSV næst og ég held að Feyenoord sé bara þeirra. Já, það frus ég bara. Já. Þú varst held ég nær í leikjahæristu Kamerúnum, Kelly, samt, sko. Hérna, Asuekotto er í 5. seti, en það er Alex Song sem er eftir. Okay. Samuel Eto'o var hann beila gísk, sko. Ég var í það. Já, ég hugsaði bara á... Fyrst að mér var Rigobert Song, en ég bara ekki, hann spilaði ekki það margar leiki. Þau hefur bara að segja Song, það hefur rétt hjá þér. Já, gerir það næst. Já, og svo náttúrulega, já, Víkingar eru bikarmeistarar 2023. Já, en bara vel að séu vikið hjá okkur báðum þannig að við förum í næsta lið sem er ferillinn. Okay. Ferillinn virkar þannig að ég ætla að segja ykkur frá tímabili liði, leikir sem að leikmann spilaði fyrir liðið og mörkin sem hann skoraði á því tímabili. Er hérna eitthvað... Já, og hérna fáðu þið bjöllur, en annan þáttinn röð og glemdi ég að setja það á borðið. Já. Þannig ég skal fara að ná í þau. Já, ok. Já, þá er þið komin með bjöllunar ykkar og þá getum við spurt fyrsta leikmann og ég veit svona hver er á undan að bjalla. Já, bara fyrsta leikmaður. Árið 2004 spilaði hann fyrir Slovan Bratislava 6 leiki og skoraði 1 mark. Það er Kelly. Nei, þetta er okkur snemt. Ég ætla að fara að segja Martin Skörtl, bara út frá Slóvakíu, sko. Já, það er rangt. Þá fer ég í Marek Hamsík. Það er rétt. Hanna. Frábært gisk, þannig að Vel gert. þú varst með Slóvakíu alveg á hreinu og fær 5 stig fyrir. Hann fór síðan til Brescia og þá auðvitað til Napoli. Já, það er til nóga Slóvakum, sko, þannig að það er vel gert að ná Marek Hamsík strax. Já, ég skuldaði þetta eftir að hafa klikkað á mínum manni Tómas Delaney síðast, sko. Já, skuldaði aðeins þannig að kom með þannig. Þá fyrir við í næsta leikmann. Ég einhvern veginn efast að hann komið svona fljótlega. En það var gaman að sjá að hann myndi gera það. Ég þarf eiginlega að taka það ef ég ætla að vera með þessari keppni, sko. Það er nóg eftir, sko. En þessi leikmaður spilaði frá 2016 til 2019 hjá Juventus og hann spilaði 16 leiki og skoraði 7 mörk. Það er Helgi. Prófum bara Moise Keane. Það er rétt. Þetta var rosalegt gisk. Ég að ná Moise og Keane eigin meðalum frá því síðast þetta. Þetta var svakalegt. Já, maður er bara með Peroni og á hýtir hérna. Já. Juventus, já, einmitt. Hann fór svo til... Hvað er mörg steg eftir í bóttinum? Herri, það er enda nóg eftir, alltaf nóg eftir. Hann fór til Hellas Verona, Everton, PSG, Juventus. Hann hefur farið út um allt. Og það er annar ferill eftir og það eru til dæmis 5 stig í bóttinum. Förum á hann og Helgi, ég ætla að banna þér að ná þessu fyrsta. Stýtti þáttur nú mikið. Já, það verður bara 5 mínútur. Hann spilaði frá 2011 til 2015 hjá Santos. Þar spilaði hann 30 leiki og skoraði 3 mörk. Það er Helgi. Þetta er ekki Vinicius Junior eða? Það er rangt. Maður er eiginlega bara feginn. Já. Það er Kelly.
Fabinho. Það er ránt. Þá fyrir við loksins í fjara stiga vísbendingu. En nefnilega 2014 til 2015 þá fer hann á láni til Palermo. Hann spila bara 9 leiki þar og skorar ekki. Ég er ekki með þetta. Nei, þetta er nú ekki orðið neitt sérlega augljóst en þá sko. Ég er allavega í passinu hér held ég. Já. Já, ég er ekki með þetta. Nei, tökum fyrir 3 stig 2015 til 2018 fer hann til Róma þar sem hann spilar 34 leiki og skorar 1 mark. Þetta er Helgi. Þetta er ekki Radja Nainggolan. Það er ránt. Hvaðan er hann aftur? Hann er Belgi. Hann er Belgi, já. Það skrítið ef hann hefði verið í Santos og svona eitthvað. Það væri samt eitthvað rosalega Radja Nainggolan að byrja ferilinn í Brasilíu. Snemma til Brasilíu. Já. Hann bara endaði á að fara í einhverja partíferð til Brasilíu og skrifa undir samningi á Santos sem úlingur. Samanlega því. Var ekki eitthvað brassi í Rómasveit, hvað hérna? Taddei eitthvað svo leys. Jú, það ekki, var ekki einhver þar. En það er ekki hann. Það er ekki leikmann sem ég er að spila um. Nei. En mjög skemmtilegt gisk. Já. Það er 2018, já fyrir 2 stig 2018 til 2022 þá spilar hann fyrir Chelsea 33 leiki og skorar ekki. Þú og þínu Chelsea menn. Já, maður er alltaf komið að svona einu sinni yfir þátt. Ég ætla bara að giska á eitthvað, þetta er nú ekki það sko. Ramírez. Það er ránt. Nei, það er ekki fyrir því þessari peru. Nei, það er fyrir 1 stig þá ætla ég að gefa ykkur bara alls konar. Það eru 3 lið eftir nefnilega á ferðlunum hjá honum. Svo þegar ég er búin að fara í gegnum það þegar ég er ekki búin að bjalla þá ætla ég að gefa ykkur stöðun hans. Þetta, hann fer frá Chelsea 21 til 22 á lán til Lyon þar sem hann spilar 29 leiki og skorar 1 mark. Svo fer hann til West Ham 22 til 25 89 leikir 4 mörk og núna síðasta sumar fór hann til Marseille og er þar enn. Það er Kelly. Nei, ég ekki hugmynd um þetta. Kurt Zuma? Nei, ég veit það ekki. Það er rámt, það vissulega var Chelsea maður sem að spila fyrir West Ham. Hann fór til Marseille og spilaði 20 leiki og hefur ekki skorað en þá en er þar enn og þetta er vinstri bakvörður. Mér finnst einhvern veginn magnað að það sé ekki sko með árin með við liðin hérna síðustu lið að það sé ekki að menn hljóta að vera öskar útvarpið sko. Já. Er þetta ekki þannig dæmi eða? Það er samt ekki eða? Þetta er ekkert eitthvað rosalega einfalt sko. Nei, einmitt. Káttu með það? Ég er átt. Ég bara... Ekki neitt. Þú veist, brasilísku vinstri bakvörður í West Ham, Lyon. 89 leiki fyrir West Ham. Hann var lengi það að spila mikið. Já. Maður sem maður hefur séð oft antalega. En, nei, ég er ekki til þeirra. Nei, ég er bara á pass. Herði, Emerson Palmieri var og verður fyrir menn. Ok. Hérna. Hann náttúrulega er uppalinn í fættur og uppalinn í Brasilíu en spila fyrir ítalska landslið. Já, einmitt. Þetta er samt svona, ég held ég er pyrrar að heyra nafnið sko. Já, það er afvegalandi. Já. En stórkostlega framástöðu Helga í ferðlunum, hann er komin upp í 18 stig. Ég er ennþá með mín 5 er það ekki? Þú ert ennþá með þín 5. Ég er ekki bara að missa hann einn síðan á hana það? Nei. Ég tók engin á þér þannig Kelly. Okay. Þannig að þú heldur í þín 5 stig og þá förum við í næsta lið sem er byrjunarlið. Byrjunarliðið virkar þannig að þið ætlið að skiptast á að segja leikmenn sem byrjuðu fyrir eitthvað lið í einhverjum ákveðnum leik og fáið 11 gisk samtals þannig að í fyrsta liðið þá fari annar ykkar 1 fleira og í seinna liðinu þá fara hinn einu fleira gisk. Kelið þú út undir þannig að ég ætla Það er svoleiðis? Já, ég ætla að bjóða þér að byrja og fá þá í fyrra liðinu sem er íslenska landslið 1-0 sigur gegn Englandi á Wembley vináttuleikur árið 2024. Þetta er svo nýtt maður. Þetta er mjög nýtt. 2024? Já, alveg möguleg. Hvað, OK Harrit þjálfari þá heitinn? Já, það ekki? Jú. Já. Fjandinn, já. Þetta er nú veginn. Vináttuleikur, það er bara að hugsa, það getur verið alls konar. Ég byrja bara að henda ykkur út. Hákon Rafn í markinu, Valdimarsson. Það er rétt.
Elías var ekki búinn að taka yfir stöðuna. Já, Sverrir Ingi vantar líka. Sverrir var í vörninni. Sko, það var spurning hvort Jói Berg hafi verið meiddur eða heill. Það er alltaf spurning. Já, það er svona ég hendi bara í Jói Berg. Það er rétt. Ok. Sko, ég ætla að segja bara Hákon Arnar. Hákon Arnar, það er rétt. Það var annar náttúrulega. Orri Steinn, var hann meiddur eða ekki? Nei, Orri Steinn Óskarsson hendum í hann. Það er rátt. Já, hann hefur verið meiddur. Hann er bara svo ungur, ég veit ekki alveg hvort að hann var komin, byrjaður að starta reglulega. Nei, einmitt. Þetta er kannski rétt, þetta er náttúrulega rétt áður en hann slæri gegn þannig sem með FCK, eða ekki? Já, mögulega sko. Sko, Það sé bara 2 ár síðan. já, ég myndi nú halda, ég ætla að segja að Daniel Leo hafi verið í hjarta varðanar. Það er rétt. Jón Dagur Þorsteinsson. Það er rétt. Mikael Eil. Mikael Eil er ekki í liðinu. Nei. En Ísak Bergmann Jóhannesson, startar hann? Hann kemur inn á fyrir Hákon. Ok. Andri Lukas. Andri Lukas er þannig upp á topp. Hvað, og í síðasta giskið? Já, einmitt, sorry. Þetta er síðast ekki skeitt. Ég er alveg myrkrun hérna. Ég ætla að henda í Willumsson. Það er rátt. En þetta reyndist aðeins erfara landslið heldur en Já. maður kannski bjóst við. Ég hef tekið fleiri að þú sagt einmitt bara, þú veist, 94 eða. Já, einmitt. En hérna, Allt og nálægt. já, nákvæmlega. Það getur verið villandi þegar hlutin er svona nálægt. Sko. Já, Maður vill þá eiginlega bara nefna landsliðin eins og það er núna. Sko. já, nákvæmlega. En þá sem vantaði í liðin þannig, ef við byrjum bara aftast, það sem mjög varst kannski erfiðasta nafnið þegar ég var að skoða þetta, var Bjarki Steinn Bjarkason í hægri bakverði. Ég þorði eiginlega ekkert að skjóta á bakverði. Nei. Þetta er búið að vera svo Var það ekki stóra fréttin fyrir það leik, eða? Jú, það ekki. Tíman, ég held það, sko. Já. Er það einu leikur sem hefur startað? Nei, hann er Það er líka, jafnvel einu leikja á Arnari Gunnlaugs. mögulega. Það ég manna ekki. Já, Kolbjörn Finns er í vinstri bakverði. já, einmitt. Hliðin á Jóa Berg á miðunni er Arnór Ingi Traustason Auðvitað. og á hægri kantinum er Mikael Neville Andersson. Já. Þetta er fljótt að breytast maður, landslið. Já, alveg svakalega. Það er þeir sem eru kannski svona reglulega að byrja fyrir liði núna eru hvað? Það eru Andri Lukas, Jón Dagur, Hákon Arnar, Jói Berg er ekki einu svona það reglulega að byrja. Þannig að, og svo eru Daniel Leo og Sverrir Ingi. Þetta eru 5 leikmenn sem að byrja í þennan leik sem að eru reglulega að byrja fyrir landsliðið núna. Það er magnað. En Hvað vantaði þá marga aftur hjá okkur? herðu, það vantaði hjá okkur bakverðina 2, Já. Arnór Ingva og Mikael Neville, það eru 4 leikmenn. Já, getur verið vera. Já, Það var 3 og 3 þá. Já. Klikkaði þú ekki á 3 og Helgi á 1, Já, getur verið. held það. En þá tökum við næsta byrjunlið og Helgi, þú var að byrja í því. Já. Þú færð hollenska landslið 1-0 tap fyrir Spáni eftir framlengingu í úrslitaleik HM 2010. Ok. Já, hann einmitt, það var bara Robin Van Persie. Það er rétt. Arjen Robben. Það er rétt. Það var ekki bara Sillis inn í markinu, eða? Nei. Nei, það er rangt. Já, djúvill. Erum við ekki bara ennþá Marko Fan er ekki bara Van Bronckhorst ennþá að spila þarna? Hann er þarna. Já. Herðu, Kátarinn þarna, Dirk Kátt? Já, hann er þarna vissulega. Byrjaði Wesley Sneijder? Hann byrjaði. Einmitt. Van Bommel? Van Bommel, það er rétt. Já, meðan á blæðina. Nei, hann kemur setna. Já, ég segi hann samt. Van der Wiel. Það er rétt. Já, ok. Þetta var sterkur maður. Mjög sterkur, hann. Það stundur sem hann langar til að gefa 2 stig Já. í byrjunarliðinu, en ég gerði það ekki. Einmitt, sko. Ég hefði samt þurft að halda það. Sko, mitt rosalegt atvik úr þessum leik í huga, sko. Ég bara muna hver hann að tæklingin góða. Ég man ekki hver á viðlóðin hana, sko.
Er ekki annarkort Van Bommel eða Van Bronckhorst, minnir að það sé, Já, eða er það, hann er kannski komin bara. Já, ég veit það ekki. Ég er með eitt nafn hérna á blaði sem ég er samt ekki viss hvort ég þóra að henda út inn á næst. Var markmaðurinn komin hjá okkur eða? Nei, þú hendur í Sillisson á fyrsta ránd. Já, er Tim Krúl bara í markinu þannig að? Það er rangt. Tveir rangi markmenn. Síðast ekki skeitt Kelly. Sko, ég skrifaði hérna á blaðið á hann De Jong, en hvort ég þóra að hendi það langar pínu í eitthvað varnarmann, sko. Man ekki hvort, hvað heit hann? Fræ. Hvort hann hafi verið komin inn þarna eða hvort hann hafi komið þess einna. Hendum í hann, þarna, Stefundi Fræ. Það er rangt. Sko, De Jong átti tæklingunni það ekki þarna. Tæklingunni í bringuna þarna. Menni ekki eftir þessu Það er að segja hann. Já, á ég eitt eftir. Já, þú til síðast. Já, ég held að ég hefði, já, ok, nú gaf ég þetta að maður. Já. Hann byrjaði náttúrulega þannig að hann endar. Já, ég fatt það. Hann er þarna í byrjunarliðinu. Það er rétt. Já, þetta var fyrsta nafni sem ég skrifaði hérna, ég bara fór eitthvað að efast og fór að pæla í vörninni. Já, það var Það var nefnilega... komin ómargir miðjumenn, De Jong, Van Bronckhorst, Já. Van Bommel. Já, Van Bronckhorst var í vinstri bakari. Já, Nigel De Jong ánáttúrulega kung fu sparkið í Xabi Alonso Já, sem að hann fekk guldspjald fyrir, nótabenni. já, einmitt. Já, hann var ekki Eiginlega var til þá. En það sem eina sem að vantaði í þetta lið eru líkast til erfiðustu nöfni nema reyndar Vandrævíl. Í markinu... náði ég að saksa þetta niður eitt stig. Já, við förum í það eftir að Nei, ég koma. Við erum bara hægt að þetta er búið. Á Martin Stekelenburg í markinu Já. Ok. og Johnny Heitinga í Hafsend og hliðin á honum er svona sá sem ég bjóst aldrei við að mynda heyra og enda heyrði hann ekki, var Joris Matthísen. Joris Matthísen. Já. Það hefði verið svona tveggjastega koncept, sko. Það hefði verið svona 5 stiga koncept, sko, algjörlega. En staðan þá eftir byrjanliðið er Helgi kom með 27 stig og Kelly þú býtt 12. Þetta er brekka. Þetta er brekka en doable. Maður hefur stranger things have happened, sko. Já. Fyrir við í næsta lið sem er almenn kunnáta. Almenn kunnáta eru bjöldspurningar þar sem ég ætla að spyrja ykkur 5 spurninga sem að tengjast fótboltanum ekki neitt og sjá hvort þið vitið eitthvað annað heldur en bara fótbolta. Í fyrstu spurningu í almennri kunnáttu ætla ég að spyrja ykkur hversu mörg bein er í mannslíkamanum? 206. Það er rétt hjá Killa. Vel gert. Er þetta eitthvað sem maður á að vita, eða? Já, það ekki. Ok. Þetta er svona tala sem að sumir hafa lagt á minnið Ok. og sumir ekki. Alls ekki allavega. Nei. Spurning nr. 2 í almenni kunnáttu. Á dönsku nefnist teiknimynda fígúra fettbúlu. Það er Það er ekki bara guffi. Kelly. Það er Guffi. Dís. Vel gert. Já, og spurningin var auðvitað, en hvað skildi hann heita á íslensku? Hvað er ekki? 5 stig fyrir hvert rétt svar hann það? Það er því miður bara 1. Já, En ef þú tekur öll 5, þá ertu að spúna 6 um 5. ok. Þriðja spurningin í almenni kunnáttu. Blue, Java, Burrow og Cavendish eru dæmi um hvað? Það er Kelly. Nei, þetta veit ég ekki. Gervitungl. Það er rangt. Sko, þetta eru bara einhverjar teiknimyndafígur. Það er einnig rangt. Þetta eru bananar. Þetta eru bananar. Já, ok. Til eru sko fleiri en 1000 afbrigða banana, svo veit að sé. Þetta veist ég ekki. En það vel 99% banana eru Cavendish bananar. Það sem að einu bananir sem við borðum. Já. Fjórða spurningin í almennri kunnáttu. Njörður er sjávarguð í norræni guðafræði. Hvaða nafn ber grískur kollegi hans? Poseidon. Það er rétt. Já, Kela þannig. Já. Þetta er 5. spurningin þá, loka spurningin í almennri kunnáttu. Hljómar svo. Þýska húsið, Kleifarvatn. Það Arnaldur Indriðarsson. er rétt hjá Kela. Það er aðeins að laga. Næstum. Þetta er alltof, þetta hefði þurft að vera 2 stig fyrir hvert. Við þurft fleiri almenna kunnáttu spurningar. Já, eða það. Það er, þú saksar hana vel á, næstuði clean sweep í almennri kunnáttu. Þetta er samt meira en 20 á milli okkar hérna. Já, það er, staðan núna er 27-16. Þegar við förum í næst síðasta liðin í almenni kunnáttu, nei, í fótboltanörðunum, sem að er tölfræði. Tölfræðin virkar þannig að ég spyr ykkur spurninga þar sem að svarið er alltaf einhver tala og einfallega sá sem er nær tölunni
fær stíð. Hvað margar svona? Þetta eru 4. Okay. Það er alveg hægt að draga þetta innan 10 og þá er síðasti séns eftir síðan. Þetta er bara skemmtilegt. Já, það er alltaf sagt Já. að það sé skemmtilegt. Fyrsta spurning í tölfræðinni. Hversu margir leikmenn eiga það á ferilskrásinni að vinna ensku úrvalsdeildina með 2 félögum? Já. Sýna þér eitthvað? Já, eru bara konum með svör? Já, Helgi, þú mátt byrja. Á að segja bara það? Segðu og sýndu mér. Já, ég fór í 8. 8 og Kelly. Ég fór í 12. Og ég get sagt ykkur að þið eru jafn langt frá svarinu sem þið eru fóða báðið stig. Því að rétt var 10. Ég var búinn að skrifa 12, við varum spáðið þegar hann sagði 8 að svindla og segja 11 að því að bara svona að vera, en ég bara, vera heiðalegur. Gott að vera heiðalegur. Önnur spurning í tölfræðinni. Írski varnarmaðurinn Kenny Cunningham er sá útileikmaður sem á flesta leiki að baki í ensku úrvalsdeildinni án þess að skora mark fyrir lið sitt. Hversu margir eru leikinir? Svo er í ensku úrvalsdeildinni? Nei. Í ensku úrvalsdeildinni, já. Það vil svo til að þetta veit ég. Já. Alls ekki. Eru þið konum með svör báðir? Já. Kelly, þú mátt byrja núna. Já, bara eitthvað. 239, segi ég. Já, ég fór nú aðeins minna, 140. Og stigið, hann verður til Killa. Því að rétt var 335. Já, djöfull. Undirmatið þetta. Já. Það vannmatið þetta. Sá litli markarhókur, Cunningham. Já. En fyrir leikmaður. Förum í 4. spurningan í tölfræðinni. þar sem ég ætla að spyrja Jacek Magdzinski, þann fræga mann. En hann methafi og er sá leikmaður sem hefur skorað flest mörk í einum og sama leik sem viðurkenndur, það að segja, viðurkenndur mótsleikur. Metið setti hann í sannkallum risaseri Vybrzeże Rewalski Rewal á Pomarzanin Novogard í pólsku sjöttudeildinni árið 2001. Nú vil ég allir rísa úr sætum og klappi fyrir þessum framburði. Já, vel gert. Ætlar að segja hvernig leikur fór? Það gefur of mikið þar. Ok. Hversu mörk setti kappinn? Ég ætla ekki að segja ykkur hvernig hann fór. Ég langar að fara að herra en ég er búin að skrifa sko, en ég ætla bara að halda. Ég er eiginlega það líka sko. En ekki best að fylgja fyrsta. Ertu komið svar? Já. Þú mátt segja. Ég fór í 9. Og Kelly? Nei, svo skoraði ekki Holland 12 mörk í einhverju leika eitthvað mann eða eitthvað. Aha. Nei, ég manna Þá ekki. gæti það reyndar að hafa verið í unglingaflokk. Já. Ég fór í miklu herra, ég fór í 28. Ha? Já. Ég get sagt ykkur að stíið að fyrir Kela. Já. En hann skoraði 22 mörk Já, ok. í 53-0 sigri. Já. Það fór ekki herra. Ok. Og þá förum við í síðustu tölfræði spurninguna. Hún er Cristiano Ronaldo. En hann er með metið yfir flest mörk skoruð á einu tímabili í meistardeild Evrópu. En það sló hann tímabili 2013-14. Hvað skoraði hann mörk á þessu meistardeild tímabili? Báðum konum með svar? Nei. Aðeins að breyta hérna. Já. Ég hafi talið vitlaust, nefnilega ég var að telja leikjafjöldan sko. Ég fór í fyrsta instinkt sem hefur endur ekki til að gefa sérlega vel í þessum liðan hjá mér núna en hérna. Nei, þú ert bara Heldur ég með áfram? 1 stig sem að Keli fikk líka. Já, ég veit. Já, ok. Já, Keli, þú mátt byrja á að segja núna. 18. 18 segir Keli Ég og fór í 17. Helgi er með 17 sem er hárri rétt, hann var með 17 mörk. Svoleiðis. Get ég sagt þér og Er það þá ekki búið? komin upp áhugaverstaða eftir tölfræðina því að staðan er 29-19 eftir þana og þá förum við í síðasta liðin í þættinum sem er síðasti séns. Í síðasta séns þá fáið þið sikkora einu spurninguna þar sem þið fáið að velja úr 3, 5 eða 10 stiga valflokka spurningu. Keli, þar sem að þú ert undir þá ætla ég að leyfa þér að velja hvort þú byrjir eða ekki. Já, ég meina það er ekki spenna í þessu ef hann byrjar og tekur 1 stig og klárar þetta sko. Það er rétt. Viltu taka 10 stig og bara byrja? Já, þá bara, þú veist, þá ráðast úrslitin aðeins seinna. Jú. Eða ekki. Eða ekki. Kannski nær þessu og þá fyrir við jafnarleik og þá þarf Helgi líka ná einhverju. Já. En þá spyr ég þig.
eins og kom fram áðan þá hafa 10 leikmenn sem eiga þá á sinni félagskrá að vinna ensku úrslitana með 2 félögum. Hver var fyrstur þessara 10 manna? Ég ætla að henda í Henning Berg. Ef þetta er rétt, þá ertu búin að jafna leikinn og Helgi þarf þá að svara ykkur rétt til þess að komast áfram. Og þetta er rétt! Já. Henning Berg er rétt svar. Ok, ég get þá allavega farið þarna með þess að ég get verið svona nokkuð beinn í baki þegar ég geng hérna út eftir að hafa tapað þessari viðurinn. Þetta er alveg seinniluti hérna. Þetta var þvílíkt comeback hjá Kela so far en Helgi á ennþá möguleikann á Það að ekki til, en þetta var, ég ánæði samt bara að hána þessu ekki lókin. Já, við vitum ekki þú. Þannig ég fyrir brosand út. hann vann fyrir Blackburn 95 og Manchester United 2001. Já. Herðu, Helgi, þá er pressan komin á þig. Þú þarft að velja 3, 5 eða 10 stiga spurningu til þess að reyna að sigra hér í kvöld. Já, ég vildi að ég væri svalar en svo að fara í 3 stiga spurningu en það ætla ég að gera. Já, ferði í 3 stiga spurningu. Og þá ætla ég að spyrja þig að því hvert var fyrsta íslenska knattspyrnuliðið til að tryggja sér þátttökurétt í aðalkeppni Evrópukeppni á vegum UEFA. Fyrsta íslenska knattspyrnuliðið. Til að tryggja sér þátttökurétt í aðalkeppni Evrópukeppni á vegum UEFA. Já, einmitt, og við erum bara að tala um karlamegin eða hvað? Það þarf ekki að vera. Það þarf ekki að vera, ok. Ég held samt að þetta sé sko sama liðið báðum megin. Ég held að þetta sé bara Breiðablik bæði kalla á kvennamegin. Breiðablik svarið. Já. Og ef það er rétt, þá ertu komin áfram í undanúrslit. Ef það er rangt, þá fyrir við í bráðabanna. Og ég segi til hamingju Helgi. Takk fyrir það. Komin í undanúrslit. Takk. 3 stig. Léttur svitni í lokin. Já. Ég er bara svo ánægð með að hafa tekið það allavega 10 stigin, þannig að þetta lítur betur út á pappír, sko. Þetta er nú frekar high-scoring leikur hjá okkur, við getum nú báðir verið nokkuð sáttum með þetta. Þið bara stóðu ykkur báðir frábærlega. Lokastaðan er 32-29. Er ekkert svona stigast á tapið sem fyrir áfram það? Ef við varum oddatala, þá kannski, en við erum bara því miður ekki oddatala. Ef einhver dettur út, þá kannski. Þetta er haldið í vonuna, Kelly. En, já. Já, ég fúlastur yfir Hamsik. Það var í rauninni létta svona eftir á að hyggja. Þetta er nú ekki það margir slóakar til þess að giska á, sko. Nei, kannski ekki. En hérna... En hitt, ég var í myrkrinu með hinna ferlana, sko. Hvað var aftur, hvað tókstu, Juve? Það var Moise Keane. Já. Það var vel gert. Það var bara frábærlega gert hjá Helga, sko. En ég á mikið inn í seinnilutunum. Já. Það er bara klart mál. Hérna... Það er að fara að læra heima. Það var meistarallir kvenna hana sem Breiðablik náði 1920. Já, einmitt. Og ég held að sé ekki rétt að sé Breiðablik kallamegin. Er það ekki Víkingur kallamegin? Nei, Breiðablik. Er það? Já, 23. Já, auðvitað, hvað er að bulla? Já, það er rétt hjá þér, já. Þannig að þetta var... Það hefði verið gott trikk ef þetta hefði nefnilega verið. Já, alveg rétt. Nei, það var náttúrulega, Víkingar komast upp úr á undan Breiðablik. Það var það sem ég var að hugsa. Já. Upp úr riðlinum, deildinni, hvað sem þetta heitir. En já, Helgi, við sjáum því þá í undanúrslitunum þar sem að þú munt mæta annarkvort Jóa Skúla eða einhverjum af þeim sem eiga eftir að koma í áttilega úrslitin. Heldur betur. Það verður spennandi að sjá. Hvernig keppi ég þá um 5. sæti? 5. til 8. Er ekki svona cross-spil og... Nei, við erum í fótboltaspurningkefni. Ef þetta var í handboltaspurningkefni, þá kannski. Það voru milliriðlar og allt. Já, þeim búin að taka einhverju stegum með þeir. Þá var ég innbyrðis, markatala núna að líklega að gefa mér eitthvað. Alveg gjörsamlega. Allir var að leiða eitthvað fósvetabyggar og allir mæta aftur. En Kelly, bara stórkostli framast af þér. Takk fyrir bara bóðið, þetta var skemmtilegt alltaf. Já, bæði í dag og í 16. þáttunum, þannig að... Varnaglinn í byrjun, ég svona get þá allavega á staði við hann núna. Já. Þetta er ekki mín ár. Moise Keane, hann var... Ég hef verið sterkar í kringum aldamót. Það var erfitt, en þú varst náttúrulega alveg stórkostlegur í hennar almennri kunnáttu. Ég held að sé enginn sem eftir að topa það sem er eftir. Ég náður samt bara 4, ég hef þurft að vera með 5 til að geta gengin harðistur hérna út, sko. En þá bara lega kveðið ykkur í bili og við sjáumst þá bara í næsta þætti. Heldur betur, takk fyrir. Alls ekki.